mér að fara að langa bara einhvern veginn að prófa þetta. Það eru margir tónlistarmenn sem hafa gert þetta og ég hef oft hugsað þetta gegnum tíðina einhvern veginn, það væri skemmtilegt. En við erum yfirleitt búin að vera bara úti og aldrei tími til þess að gera neitt svo. Þetta verkefni byrjaði náttúrulega svolítið þannig í rauninni, sko. Öll fyrstu giggin voru bara ég og Júlíu sem kemur með mér. Akkurat. Við tveir með kassagítar. Öll fyrstu giggin voru þannig, þannig að þetta er svolítið svona fara aftur í upprunan einhvern veginn. Já. Og svo líka þessi plata sem við erum að gera núna er í rauninni, hún er frekar lágstemmd, svona kassagítargrunnur svona í flestum lögum. Já. Þannig að það verður þægilegt að kynna efnið þannig, bara tveir með kassagítar. Og prófa þetta. Akkurat, þú talar svona minna umstang, gera rótís og... Já, líka það, að svona taka svona túr sem er svona lítið vesen, maður getur bara hent gítarnum á bakið og þá er maður bara góður, sko. Þetta eru 14 á fangast. 14? Já. Og Laugarbakki á dagskrá? Já, Laugarbakki á dagskrá. Það er náttúrulega place. Við verðum þar í kringum hátíð sem er árlega og unglistahátíð. Það er eldur í Húnaþingi. Við erum spilað hana í félagsheimilinu á Laugarbakka. Ok, og foreldrarnir búa ennþá þar eða ekki? Jú. Er eitthvað það, þú veist, einhverjir aðdáendur eru að banka upp í þeim og spyrja eftir þér? Það gerst, eða? Nei, eða hvort að mamma hafi nú eitthvað lent í því, sko. Hún er með svona gisti, sko, heimili, sko. Hún að breyta herbygginu mínu í svona hótel. Gamla herbygginu. Hvernig tekur í það? Mér er alveg sama, sko. Já. Það fór eitthvað meira í systur mínu, sko. Já. En já, þá eru svona sumir gestir sem að það koma það við sem að finnst það mjög merkilegt. Ok. En nei, það er ekkert svoleiðis. Máttu kasta? Geturðu kasta? Hvernig er? Já. Ég get ekkert lengur, sko. Nei. En ég ætti nú að geta. Jú. Já, ég fór hana í fyrra, sko. Tók kastaðingu, sko. Í kriganum? Já. Í alvörinni? Já, ég hef alveg ennþá áhuga á þessu sporti, sko, en gerir mér svo sem alveg grein fyrir því að ég get ekki alveg kannski gert þennan glóríur, sko, bara af því að maður þarf svolítið bara vera í þessu, sko. Þú veist, ég hugsa þetta bara sem svona, ég væri alveg til í að þetta sé bara, væri svona hobbysport, sko, þú veist, sem maður geti, þú veist, bara eins og fólk fyrir golf, ég geti farið út á völl og kastað reglulega, sko. Já, ég meina, þú átt ennþá, ég var að skoða afrekaská fríð, þú átt, sko, Íslandsmetið í flokki bylta 14 og 15 ára. Já. Það stendur ennþá, 64 metrar, cirka. Já, hárrétt. Það er helviti gott. Já, þetta ég ætlaði mér mjög langt, sko, mjög metnaðarfullur í þessu, en eins og gerist mér mjög marga, þá meiddist mjög oft, sko. Það voru bakmeiðsli sem tók alveg 1,5 ára eitthvað að reyna að vinna mig úr því, þú veist, og fann bara alltaf til í bakinu þegar ég kastaði, sko. Þetta gerist þegar ég var svona 17 og svo var ég að reyna að vinna mig upp úr þessu og svo 2 mánuðum síðar þá tók tónlistin bara við og var svo sem ekki spurning, sko, hvað ég myndi velja, sko. Ég held að sé flestur á því að þetta hafi verið rétt ákvörðun hjá þér, sko. Nei, það er ekki þetta, sko. Það er líka eitt af þessum hlutum sem blörrast líka svolítið mikið af því að ég hef farið, eins og ég segir, í svo mikið af viðtölum að ég man ekki alveg. Svo reyni ég náttúrulega að gleyma þessu strax. Sennilega mögulega eitthvað í Bandaríkjunum sem að fór kannski mjög mikið tími í það að reyna að útskýra hvernig maður ber nafnið fram. Af því að þau halda þetta þau segja svona Asgeir og svo er ég að reyna, nei, Ásgeir. Asgeir og
og það einhvern veginn bara þannig í nokkrar mínútur einhvern veginn og það svolítið vandræðalegt. Og enginn fær að vita þegar kóngurinn Hérna væri gaman að sjá ykkur sem flest í júlí þegar við förum kringu landið. Byrjum 17. júlí, byrjum í Hafnarfirði í Bæjarbíó, svo manni ekki meir. Þið verður bara að tékka á því einhvers staðar.